náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þótt Þorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins. Einar Karl Axelsson, Yes. stofnandi Primal Iceland, velkomin. Takk fyrir bjóða mér. Bara geggjað Okkar að fá þig. ánægjan. Þannig að áður en við förum í stað, ætlum við bara, við ætlum ekki að taka nokkur orð frá sponsor núna. Nei. Við erum búin að vera að fá svona ábendingar að, málið er að við erum með 2 sponsora, það er Gott CBD og Þótt Þorgríms, við erum að berjast fyrir korkinum, áfram korkur. Og við erum svo heitir fyrir þessu drasli sem við erum að kynna. Já. Að síðasta kynning, Davíð, hún fór í 9 mínútur. Já, ég veit Þetta spá í þessu. Já. Og það er bara, og náttúrulega styrktaraðalarnir eru ekki að kvart yfir þessu. Nei. En við erum bara svo heitir, við ætlum að taka þetta aðeins í lokin. Já, við ætlum að prófa þetta, byrja á flæðinu og enda á þessu. Einmitt, Af því að fólk kannski þá nærmaða betur kannski athyglinni, ekki það heitir mjög skemmtilegt sko. Mér finnst það svo geggjað. Já, þetta. CBD og korkur. Ef þú vilt olíu, fá þér. Já, ég kíkja á þetta eftir. Hlaðbóð. Herru, ég ætla að minna fólk á að subscribe á YouTube og öðrum streymisveitum. Jeps, og svo kynning í lok þáttar. Herru, já, Einar, velkomin. Takk. Hvernig ertu þessa dagana? Ég fárlega góður bara. Já. Svona ef það er ekki lokað okkur eftir. Þá ég hressari. Já, En hvað gerist ef það er lokað? Gerist ekkert, nema við þurfum bara að loka. Já, þá þurfum við bara að loka. Já, þá fæ ég ekki að vinna nýtt. Það viti. Lifðu þetta alveg af? Já, Síðasta Já, við erum svo geggja kunna maður. Þeir snýr ekki allir bökum saman og voru ekkert að segja upp áskriftinu sinni. Já, það er svoleiðis. Loka læs. Það finnst mér alveg samstæða. En þurftu það að loka alveg? Já, Það er þannig. kom alveg tímabila sem við vorum lokað í nokkra mánuði sko. Já, en svo var þetta komið í svona fjölda takmarkanir. Einmitt. Og það sem við erum frekar lítil stöð þá svona hentar það okkur frekar vel sko. Einmitt. En gáttum við haft þetta rúllandi dálítið sko. Já, einmitt. Þú þurftur að fá pössun fyrir barnið, eða hvað? Erstu með barn? Já, við ég og konu mín eigum 2 börn saman. Já, Þannig að það er alls að pakki, hún vinnur líka í Primal. Já, ok. Gaman að segja frá því. Hvað kennir hún þar? Hún kennir streitunámskeiði með mér. Hún sér allt, utanumhald og er bakbeinið í þessu með mér sko. Ég hef væri búinn að klúra þessu sko. Ég er mjög góður í að kenna hluti. Já. Ég er ekki jafn góður á Excel-skjali sko. Nei, það er víst nauðsynlegur fylgifiskur sko. Það er víst þannig sko. Það þarf að borga leigu og það þarf að gera þetta og hitt. En hvernig er að vera með konunni sinni svona í þessum, altså bara bransan, bara daglegri umgengni? Það er geggjað sko. Af því að við hittumst hæfilega mikið. Þannig að þetta er skemmtilegt og við skiljum hvort annað hvað er í gangi. Ef það er mikið álag eða eitthvað þannig, þá svona vitum við alveg hvað er að gerast hjá hvort öðru sko. Og síðan náttúrulega tökum við kannski streitunámskeið saman. Síðan fer ég bara að teka enga tíma eða eitthvað, hún fer að gera eitthvað annað og svo hittist við í öðru námskeiði. Þannig að við erum ekkert í meters fjarlægð allan daginn sko. En þið eru að kenna streitunámskeiði? Já. Þýðir það þá að þið eru aldrei í streitu? Nei, það þýðir það ekki. Það þýðir það ekki? Nei, það þýðir hins vegar að við höfum hinn ýmsu vopn til þess að svara streitunni eða sem sagt takast á við bara það sem kemur til mann sko. Það þýðir að fara í gegnum það allt? Já. Andlega, líkamlega og allan pakkan? Líkamlegt og einmitt byggist mikið á öndun og hreyfingu. Það sem við reynum svona að útskýra fyrir fólki að það er einhver ástæða fyrir því að það er komið á þann stað sem það er á og alveg eins og við komumst á staðinn þá er hægt að gera ýmsa hluti til að komast frá þeim stað til betri heilsu eins og við köllum þetta. En þið hljótið þá að búa yfir svona, hvað ég segja, því grunnurinn er náttúrulega ákveðin svona eftirtekt. Já. Skilur? Að geta vakað einhvern veginn yfir sjálfum sér, en þetta er svolítið steikt sko, ef þú ætti að fara að vaka yfir sjálfur, hver er það sem vakir yfir hverju sko? Já. En þið hljótið þá að vera komin á þann stað þar sem að þið eru farin að vaka yfir. Já, og hvort öðru sko. Og hvort öðru sko. Það er algjörlega þannig. Stundum þá þarf maður að ég þarf að pekja hann eða hún þarf að pekja mig. Bara nú komið aðeins tíma á þig að slaka og vinna aðeins vinnuna þína sko.
Og tekur þið því bara já, sjálfsögum Þú mátt ekki vera hræstnari, sko. nei. Þú verður að, það verður að vera walk the walk, sko. Það er nákvæmlega lykilatriði. Sérstaklega í svona, sko. Já. Svo fólk takk alveg. Sko, við ætlum að fara í þetta allt og eftir. Ég er ógeðslega spenntur að fara í þetta með, veist, ég er svo mikinn áhuga á burnouti og kunnun og svona drasli. Já. Ef það er þá til. Og hvernig Ef það er til, nákvæmlega. Eða hvað það er, skil. Hvað það er. En Hvað það er. sko, áður en við förum á stað, þá var hérna, veist, ég skrifa hérna, ef við förum hérna aðeins í þig. Það er taekwondo. Já. Sko, ég talaði við systir mína sem er mikill áhuga manneskjum heilsu og annað og er hérna niður frá hjá ykkur í Primal. Já. Og hún sagði við mig, ég spurði hana hvernig nálgun hún myndi vilja heyra á viðtal við þig. Já. Og hún sagði, sko, ég vil fá svona þetta með venjulega fólkið. Já. Ég sé myndböndin af ykkur og þú bara eitthvað stendur og einum putta bara eitthvað og... Það er helgi samt. Sko. Já, ok, en þú gerir samt eitthvað alveg hella, sko, já. hella hluti og venjulegt fólk náttúrulega bara eitthvað, veist... Já, tengir ekki alveg við það. Nei, og ég fyrir eitthvað að skoða þig og ég sé hérna, þú ert greinilega afreks íþróttamaður. Ég var það, já. Einmitt, út í landsliðinu í taekwondo, eða ekki? Var það, já. Já. Sko, þú lendir í helluðsleysi og læknar segja no way, þú ert bara í steik. Já, meira svona endurhæfingin sem að svona vingillinn sem kemur þar með hérna. Já. Og það er ekki hægt að gera mikið meira fyrir þig, sko. Nei, þú varst ekki að sætta við það. Nei. Og það er Já, afreks ófullnægjandi íþróttamaðurinn sem stendur upp. Já. Hver voru þeirra orð í rauninni? Hvað var það sem þú áttur ekki að geta gert? Bara þetta er komið svona, hingað, kannski ekki lengra en þetta. Varstu þá bara svona... Ég var bara mjög stífur og verkjaður, náði ekki þarna á mig. Getur þú farið að sýta slis? Bara svona, Já. Hvað gerist? Já, ég er sem sagt, þetta var eitthvað stærri kringum 2007-2008, ekki alveg. Þá er ég hérna í skíðaferð með fjölskyldinni bara. Hérna með pappa og hérna vinafólki þeirra. Og spilast þannig að við erum nokkri strákar saman og eldra fólki er saman að renna sér, sko. Þið eru erlendis, gerir það fyrir. Við erum erlendis, við erum í frönsku Ölpunum. Hérna Dölunum, hérna Valdi 5 það. Og við erum að renna okkur og hafa gaman og hérna við ætlum að hittast síðan á ákveðnum stað og borða saman. Við erum orðnir aðeins og seinir strákarnir, gleymdum okkur aðeins. Þannig að við ákveðum að þrykkja þetta. Ég hérna hélt ég væri betri á snjóbretti en ég er. Já, þú varst á snjóbretti? Já, snjóbretti. Og hérna við byrjum bara að þrykkja niður einhverja svarta brekku og hérna ætlum að reyna að ná að hitta þau á þessum veitingastað á réttum tíma. Nema við lendum í svona gili og í gilinu er engin sól þannig í gilinu er harfenni og hérna það bara er eins og einhver íti á bensíngjöfuna og fer svo ógeðslega hratt þar niður. Ég ætla eitthvað að hægja á mér þannig ég svona ætla að skrensa á brettinu og svona sný upp í brekkuna nema allt í einu bara grípu brettið í og þú bara og ég flýg aftur og bara lendi einhvern veginn á mjóbakinu. Man ekkert mikið meira en það að ég steinrótaðist líka svona í smástund var náttúrulega ekki með brynju og ekki með hjálm eins og fáviti í dag er ég alltaf með brynju og hjálm Ekki með hjálm einu sinni? Nei, ok. Ég meina, það bara, það þekkist ekki í dag þú ert ekki á snjóbretti án þess að vera með hjálm Nei, Í Ölpunum, sko, kannski upp í Ártúnsbrekku Ekki einu sinni Ekki einu sinni í Ártúnsbrekku það er bara, núna er maður alltaf með hjálm Töffari maður það er eina vitið og sem sagt, ég fatt ekki alveg hvað gerðist ég er svona eitthvað hálfvangaður hana stendu upp, renni mig niður brekkuna fer upp í aðra lyftu, renni mér aðra brekku kem á staðinn sem við ætlum að vera á og þú heldur bara áfram já, ég fann ekki nýtt bara vissi ekkert hvað var að fer líka með bara stað bara með það var eitthvað sjokk í gangi pumpar öll út já, það var eitthvað sjokk í gangi og síðan þegar ég er búinn að panta með matinn þá var svona eiginlega líður yfir mig bara og ég er bara alveg hérna, grænn í framan og skrítin tek eitthvað svona í bakið og sagði það er eitthvað illt í bakinu og þá er bara komið svona bólg eins og hálfur handbolti þann út sko og einhver hérna, rescue-gaur hérna, kalla bara strax á hérna, það er bara blóðmyndun eða ekki? Já, líklega blóðmyndun bara einhver æð farin í sundur og eitthvað vesen og hérna, þeir taka mig bara á börur og skíða með mig niður og hérna ég bara fer á spítalan og diggi röntgen og eitthvað og svo mikið bólga þeir sá ekki að það var neitt að sko þannig að hérna ég er síðan bara, þetta er næst síðasti dagurinn sko þannig að ég er bara upp á hóteli síðasta daginn að breiða eitthvað íbúðfein og eitthvað síðan er það alltaf bara rúta og flugferð og keyra heim og ég er alveg að sálast í loksins kemst heim sko Þetta er semst í mjóbakinu? Já, þetta eru neðsti hryggjarliðurinn Fyrir eiginlega rófubein bara nánast? Já, fyrir ofan spjaldbeini okay. Þar er þess að hryggjarliður, síðan er spjaldbeini sjálft sem að hérna, kom sprunga í og 3 hryggtindar en semst neðsti hryggjarliðurinn það kom alveg sprunga í hann sko
og síðan bara mæti ég í vinnun á mánudegi af því þeir sáu ekki að það væri neitt að innan gæsalappa í röntgenmyndir alltaf fyrir bólgum já, fyrir bólgum sko. Og sem betur fyrir þá og vinnum móður mín á Landspítalanum og ég fer í vinnun og ég finn síðan bara þetta eða ekki alveg eins og það á að vera allt saman sko. Og hún hendi mér í svona kemur mér í sneiðmyndatöku þar kemur bara fram að það bara allt í klessu og ég má ekki lyfta neinu í einhverja vikur sko. Þar sjá þeir sprungur já, sjá þeir allt saman og það bara þetta ekki bara brotna við mikið meira álag eða hvað? Já, þú veist, ég þekki það ekki alveg en læknirinn sagði að ég væri náttúrulega mjög heppinn bara að hafa verið í frekar góðu formi og það hefði líklega bjargað mér. Varstu þarna bara í svona landsliðs varstu ekki í landsliðinu? Jú, ég var landsliðinu. Varstu þarna bara í því formi? Ég var í svoleiðis formi, já. Varstu þá, þú varst bara að keppa og bara í Já, ég var endar hættur að keppa en ég var ennþá að æfa helling og æfa allan anskotan sem við datt í hug og síðan náttúrulega kemur það í ljós að maður vel tjónaður og eftir þetta náttúrulega ég næði ekki tærnar á mér svona flestir svona að ná í tærnar á sér í fyrsta sinn í mörg ár í Primal en þarna náði ég ekki tærnar á mér í fyrsta sinn í mörg ár En gerði það fyrir sliðs? Já. Og hugsunarferillin var sem sagt að reyna að laga sig og svona en sem íþróttamaður maður ekki með djúpan skilning á hvað veldur því að ég næ ekki í tærnar á mér en rökhugsun byrjaði að segja svona ok, veitu beinin eru gróin þetta ekki beinin, það ekki vandamáli sko. Það eru vöðvar þetta eru sömu vöðvar og áður en ég braut mig en af hverju næ ég ekki tærnar á mér sko. Þannig hugsunarferillin alltaf að það hlýtur að fara að þjálfa þetta aftur upp sem það er hægt Hvað það sem veldur styrleikanum? Það rauninni bara taugakerfið reynir að mynda spelku í kringum meittasvæðið Úr hverju þá? Úr vöðvaspennu Þetta bara varnaviðbröð Úr vöðvaspennar og bara varnaviðbröðið mitt sem mynda bara vöðvaspennu og þegar þú dregur vöðvan í kringum hrygginn á þér gríðarlega fast saman þá nærðu ekki tærnar að þér Er þetta ekki bara algilt? Jú. Þetta bara eins og með raskati á mér út af mjama vandamálum þá fer hann bara inn og er óvirkur skilur því hann er að venda hér Nákvæmlega Það yfirleitt spennan framan í mjöðminni sem slekkur á rassvöðunum og ég meina og þessi spenna hún bara þarna og heldur utanum bara allan tíman nema þegar þú ert mögulega kannski bara í einhverjum remsvefni bara sofandi, ekki rétt? Nákvæmlega En hvernig losar þetta? Nákvæmlega og þetta rauninni þannig byrjar Primal sem svona dálítið skemmtilega pæling Því þetta hella stöf, það annarkur maður að díla við þetta sko. Og það getur verið bara mjög vægt náttúrulega bara við sitjum rosalega mikið við missum hreyfigetun okkar þannig eins og við setjum alltaf upp dæmið, það bara stoðkerfisvandamál ef við tökum pjúra stoðkerfisvandamál rauninni bara við höfum ekki líkamlega getu til að sinna daglegum athöfnum í liðleika og styrk það grunnpointið okkar sko. Svo getum við séð ef við erum að æfa eitthvað þá náttúrulega eykst liðleika vöndin og styrtarvöndunin sem ég þarf að geta svarað og þannig skoðum við þetta allt saman síðan getum við lent í áfalli eins og ég lent í eða bílslys eða hvað sem Getur verið sálrænt? Getur verið sálrænt, einmitt það bara svona tráma í líkamannum í rauninni sem við vinnum með en það sjáum við það að nánast allir í streitu eru með sömu fylgikvillana Stoðkerfis vandamál að einhverju tagi Sjáum við það svona hvar líkamannu það getið þið svona kortlagt út frá því Mjóbak Nákvæmlega Það það sem við gerum milli herðablaða og alls konar svona drasl Algjörlega, þannig að við sjáum þetta rauninni bara hvernig fólk hreyfir sig út af því að þegar ég byrjaði að vinna í mínum málum þá sá ég bara fram á það ég tók nuttarann fekk rosa mikið nutt í nuttskólanum og rosa gaman en það lagaði ekki neitt af því að svona í grunninn breytir það ekki hvernig þú hreyfir þig sem grunnurinn á vandamálinu það svona virkar nutt ekki sem pjúra svona stoðkerfislögun í rauninni þannig að ef ég fæ verki við að hreyfa mig á ákveðin hátt þá þarf ég að breyta því hvernig ég hreyfi mig það getur engin breytt í hvernig þú hreyfir þig á meðan þú liggur á bekk og einhver annar er kukl í þér það getur hjálpað þér mjög mikið og létt á en það bara tímabundin losun Hann að linna einkenni í rauninni Nákvæmlega, en við viljum finna orsök og það það sem við gerum ég fann að þetta virkaði ekki ég byrja að vinna sem nuttari komið fullt að kúnnum á dag ég með svona langan gang sem liggur í 8 nuttstofunum minni og þar get ég séð þegar fólk kemur gangandi inn
og fyrir bara að lesa eitthvað svona krops já, og body síðan byrja language ég að eitthvað. skoða þetta fyrir sjálfa mig ég byrja að skoða sem sagt menn og konur sem eru í sem sagt, þessum hreyfi greiningar geira meira heldur en einhvers konar meðhöndlun og nudd og einhverja leysera og eitthvað svona dótari og þá allt í einu byrja maður að sjá svona alls konar pattern kannski var ég að læra einhvað bara kvöldið á einhverju YouTube-rás og síðan sé ég bara nákvæmlega sama hlutin koma gangandi inn í nuddið Sér þetta bara á göngulægi já, á göngulæginu en þetta er mjög fínt ekki þegar þú kanta, eins og bara allt skilur þannig að fyrir okkur sem erum búin að fara í þetta lengi og búin að meðhandla 100 manns er þetta mjög augljóst En þú hlýtur þá að vera miðað við eitthvað ákveðið módel Veist, manneskjur eru náttúrulega bara mismunandi vaxnar og þær eru með mismunandi mikið utan á sér en eins og við segjum hreyfiferðlar ljú ekki sem er aldrei skemmtilegt Hreyfiferðlar bara í fari fólks að því manni var í IAK þá fórum við í hreyfiferðlar með það en það er rauninni bara greiningar eða próf já en þetta er kannski svona meira sjónrænt já, af því þú átt ekki að þurfa liðferðlismæli til þess að sjá skilur hvað vantar í mjöðminni hvernig getur við hreyft okkur betur og allt þetta og þú fyrir að þjálfa með bara svona einhverja bara tilfinningu bara já, þetta er mjög skemmtilegt þegar við tökum alltaf þjálfarna okkur gegnum þetta sko. Og svo náttúrulega bara kemur kúnni eftir kúnna og eftir 100 kúnna ertu orðin bara mjög góður í þessu eins og bara allt sem að setja tíma í Þannig að þetta byrjar í nuddinu já, byrjar í nuddinu og ég semst byrja þá að skipta út nuddinu fyrir þessa hreyfiferðla æfingar hægt og rólega Þú fyrir að stoppa fólk bara í ganginu já, bara herðu, ég bara lært í gær hann sagði, gerðu þessa æfingu Sára komast ekki kósi nudd eitt í æfingu nei, því að fólk er yfirleitt að koma til að losna við verki en ekki til þess að fara í kósi nudd endilega sumir kósi nudd, ég var endar ekki þannig nuddari ég var íþróttanuddari sko einmitt, það var bara olbói og ekki drull og þá byrjar maður að sjá sko, já, við gerum hérna 2 léttar æfingar og allt í einu bara, herðu, verkurinn horfinn hvaða grín er þetta já. Og ég snert aldrei á þau bakið af því að bakið er ekki vandamáli orsökin kemur annar staða frá sem er hreyfiferillin og við lögum eða bætum hreyfiferillin og minnkar að hverfur verkurinn ef að það er vandamálið skilji þannig að þetta er alltaf spurning greiningu finna orsök, laga orsökin og afleggingin hverfur sem er þá verkurinn mega sens þannig að það skiptir engu máli hvort það er stoðkerfisæfing eða hvort þú sért með afreks íþróttamann í einhverju þetta er allt hreyfiferlar sem við þurfum að geta svarað leið og við getum svarað þeim betur þá verð ég betri í lífinu, stoðkerfisæfingunum mínum eða íþróttinu sem ég ætla að vera betri í augljóslega, að þetta snýst alltaf bara hreyfigetu og styrk Eru stóru íþróttafélögin bæðina heima erlendis að vinna með svona Já, við erum byrjuð að fá við erum með fullt til dæmis af fólki sem er svona kannski meira að koma á eigin vegum samt og vilja verða betri mjög margar stelpur til dæmis sem er búin við landsliðin í 5 leikum það eru að koma til okkar af því þar og dansarar og svoleið sko Er það út af því að þeir einstaklingar eru fannir að beita sér bara svona dagstaglega þeir þurfa svo mikla hreyfigetu og styrk til þess að vera góð í íþróttinni sinni svo fara kannski hitt eitthvað meðferðaðala sem nær engan veginn að tengja við liðleika vöndunina þeirra og kannski lærir í IAK ekki að ég sé að gera eitthvað lítið úr því liðferðla mælingu sem segir að þetta sé eðlileg hreyfing segðu nútíma dansar á það það er ekki eðlileg hreyfing það er ekki helmingurinn af hreyfingunni kannski sem hann þarf að hafa til að geta dansað og núna er einhver meðferðaðali kannski sem er ekki alveg að tengja við þetta því hann sér ekki neitt af því að allir liðferðlar virðast vera í lagi miða við eitthvað sem er ekki hann skiljiði hvert ég er að fara því þú getur ekki sagt já, við þurfum 30 gráðu opnun í mjöðum fyrir þennan og svo ertu allt í einu farin að tala um afreks íþróttafólk sem er alveg íkt á spektruminu sem þarf miklu meiri það þarf meira, þannig að fram að þessu þá ertu bara með eitthvað svona hálfkáks úrlausn í rauninni Já, það má segja það, en þú veist good intention sko en samt sem það fer bara ekki lengra algjörlega, og þá oft svona tengir kannski meðferðaralinn ekki við það af hverju er verkur þarna það virðist allt verið í lagi en ef maður byrjar að skoða íþróttina og greina hreyfiferlana í henni þá sjáum við það augljóst að það vantar hérna upp á einsnúning, útsnúning, opnunar, lokun í mjöðum eða hvað sem það er og það getur valdið vesen En hvað með, það er nætt að tala um svona fólk sem er bara í hreyfingu og þess svona afreis íþróttafólk hvað með þetta venjulega lið kallmenn sérstaklega, veist, ég þekki þetta hjá föður mínum ég hef oft á tíðum svona
stemt í sömu áttin er svona einhvern veginn að ná að deadlifta það úr mér mjóbaksvesen. Já. Þú veist, er þetta sóasvöði, ég að vakna stundum, reyndar ég ekki þannig núna og ég hef vaknað þannig að ég tilta bara svona 6-7 cm bara í aðra áttina. Já. Þá er bara eins og vöðvinn, bara hann öðru megin, hann bara tósi mig raunverulega sko. Nákvæmlega. Og þá er yfirleitt verkur öðru megin í bakinu. Já, algjörlega sko. Meiri og ég öðru næ megin. ekki, ég finn ekki hurðina. Hver er þessi hurð? Til að finna lausnina. Já, ég meina Þannig af hverju er annar, ef þetta er sóasvöðin sem ég er að vísa þetta í, af hverju er hann spenntur öðru megin? Af því hann er að mynda stöðuleika. Hann mynda stöðuleika. Já, þannig að þetta snýst allt það að taugakerfi okkar þarf að mynda stöðuleika. Það er ekki boðið að detta á andlitið. Taugakerfi okkar verður að mynda stöðuleika á einhvern hátt. Ef að við erum að mynda stöðuleika á rangan hátt, eða hægt að kalla það þannig, þá getum við byrjað að mynda einmitt yfir spennu í hipflexunum eða sóasnum. Algjörlega. Það getur líka Alveg verið ótt að kalla kvíðatengt. Já, einmitt, stress, Það getur verið bara að við sitjum of mikið. Við eigum ekki að vera í þessari stöðu Nei. allan daginn, alla dag, alltaf. Nei. Augljóslega verður rassvöðun á mig veikari af því að ef við hugsaum þetta í vöðvum sem að semst loka og opna mjöðminni þá er hipflexorinn, sóasinn og fleiri vöðvar semst hipflexornir sem loka mjöðminni þeir sjá að loka mjöðminni þeir eiga hins vegar ekki að vera aðal vöðvinn sem býr til stöðuleika niður í gólfið skiljiði, en hann er orðinn það Já. sem þýðir að það er krónísk spenna á honum Já, en það þýðir þá að við þurfum að fara að læra að virka eitthvað annað. nákvæmlega, Og hvað er það? rassvöðin Nákvæmlega. sem að þú Böttið. notar í Í deadlift og hnébjör. einmitt. Algjörlega sko. En mjög margir gera síðan deadlift og hnébjör ekki með rassvirkni Nei, og einmitt. fá þá illt í bakið. Já. Já. Ég er ekki þar, en þú? Nei, ég er góður í rassinum, ég er samt alltaf hann er það, til þess að ná honum virkum það þarf ég virkilega að hafa fyrir því. Já, og Ég hafa þarf að koma ásetningin með á hann- honum, sko. Já, Sem þýðir að hann er ekki dominant. nei, En við viljum að hann sé ráðandi Já. hreyfiferli. Já. ég þarf alveg að kikka mig inn í hann, skilur ná hann og Nákvæmlega. jafnvel að virkja hann alveg, sko, tekur alveg bara langan tíma, sko. Einmitt. Þannig að ef við erum með öðru megin þá sjáum við mjög oft að einstaklingurinn er veikari í rassvöðunum öðru megin. Vinstri vöðvinn virkar bara ekki í ákveðnum hreyfingum. Nei. Þannig að menn, við mennirnir, kallarnir, við Og erum konur. bara, Þetta eru líka konur. og konur, Já, já. ok, nú ég er náttúrulega bara, einhvern veginn, er bara miðað við sjálf mig, Einmitt. við erum bara rasslausir, Já. Nei, við getum Og- verið með risa rass. risa bollur. Já. Við erum nefnilega með æfingar sem að ein af þeim köllum við kúlrassi kaupati. Kúlur sem kaupa. Þannig að við erum að virka rassinn og við kúlrassi kaupati. Öss. En Þetta verður að vera létt og skemmtilegt sko. Það verður að gaman að þessu líka. En sko nýri Primal, þú Já. ert með hreyfiferlana og hérna movement pattern og allt þetta, en af hverju er það kuldinn þetta og svo handstuður, bara sér dæmi? Hvernig flettið þetta allt saman? Já, Af hverju- einmitt, það er Hvernig þetta- kemur þetta það með til að þú combo, fara sko. henni Helga, henni ótrúlega mann, Já. og svo ertu Þvílíkur með meistari. alltaf með eitt ísmann líka með þér Já. og svo kulnunina og streituna og allt þetta, sko. Já, því að Af hverju þessi, Að því rauninni blanda? snýst þetta bara allt það að hvernig getum við komist nær heilbrigði. og finnst þér þetta að vera heilbrigði fyrir þér, bara Já. þessi? Já. Þetta kombo. Já. Vantar ekki Við eigum- Arnold inn í þetta eða eitthvað, Nei. þetta er bara heilbrigði Nei. fyrir þér. Já. Altså hvað þá, það er semst, það er öndunin, teygja, jafnvægi, styrkur, kuldi. Já. Bingo. Af hverju handstuður? Og handstöður, já, jafnvægi. Handstöður Fyrir þannig er ótrúlega gaman að geta staðið á höndum, já, skilur. þannig að við grínumst oft með það að hérna, já, handstöður, af hverju hérna vil ég geta staðið á annari hönd Já. að því að gegja. Já. Hver er tilgangurinn með því? Engin. Það er bara Er engin engin ávinningur tilgangur. að því annað en bara eitthvað, Jú. það hlýtur að vera. Gegja, þú færir styrk í axlir og allt þetta, sko, augljóslega. En þetta hlýtur að smitast einhvern veginn inn í taugakerfið og hugafarið. Nákvæmlega. Hugafarið er erfiðasti hlutin af handstöðum. Af því að þegar þið takið æfingun ykkar, Já. þá fáið þið eiginlega alltaf sigur þegar þið eru búið með æfinguna. Þið Sigur. takið upp lóðið Já. og þið liftið því. Já. Svo sittur það niður, Ég kastaði niður. 1-0 fyrir mér. Kastaði niður. Skilur handstöður eru ekki svo leys. Þú fyrir upp, svo dettur Já. svo fyrir upp, svo dettur svo fyrir upp, svo dettur svo dettur aftur, svo dettur aftur, svo dettur aftur, svo dettur aftur og í staðan fyrir að bugast, þá bara fyrir aftur, dettur aftur, Já. aftur, dettur aftur. Svo er það góður, getur haldið ykkur, Já. þá reynum við nýtt triks og þú dettur aftur og aftur upp og dettur og aftur upp og dettur og aftur upp og dettur. Andlega eru handstöðu þjálfun fáránlega erfið fyrir fólk. Er þið bara að testa fólk eða? Þetta er bara hausinn. Hefurðu Þetta er séð ein henni svona Helga á ein höndunum? aðferð. Ha. Hefur þið séð hann á handstöðunum? Já. Þetta Geggjaður. er bara rugl, sko. Geggjaður. Þannig að það er svona dálítið skemmtileg pæling með að, sem er mín sín á hans Þraut segja, þraut segja, halda áfram, nákvæmlega. hætta að væla
og áfram nákvæmlega. já, einmitt Það er ekkert að gera annað en að sitja bara fleiri klukkutíma í handstöður og þú ert alltaf að tapa þannig að það er rauninni bara tengingin það er bara ógeðslega skemmtilegt já, einmitt að leika sér eins og ég er með eitthvað á Instagraminu mínu, ég er í spíkat að juggla einhverjum boltum og ég er í spíkat á stólum eða eitthvað þetta leika þér þetta er bara gaman þarf einhver að geta að fara í spíkat og juggla einhverjum boltum? Nei. Finnst fullorðnu fólki ekki, nú hef ekki verið á svona námskeiði, finnst þeim þetta erfitt að fara inn í þetta aftur? Þetta er svona svolítið basslegt, sko? Já, við hlæjum oft að því, við erum að taka handahlaup og gera alls konar vitleysu og fólk er bara, hvað er langt síðan ég hef tekið handahlaup? Þú varst lítil og varst að leika þér. Hversu geggjaði það? Þú mátt gera það í Primal. Geggjað. Það er gaman. Þú ert brosandi, þú ert hlæjandi, þú ert að gera hreyfiþrautir, þú ert að verða liður í sterkari, leysa þig undan stoðkerfisvandamálum. Læra öndun, læra fullt á líkamaðinn, læra á sjálfa þig sem gerir þig bara að heilbrigðari einstakling að öllu leyti síðan náttúrulega getum við fara að skoða hvað gerir öndunin, hvað gerir kuldin, hvað gerir hreyfingin, hvað gerir þetta allt saman fyrir okkur Er þetta að taka eitthvað prógram hjá okkur sem er bara svona kombi af öllu? Það fer hérna bara eftir hvar þú vilt byrja Er þetta einstaklingsmiðuð Við erum einhver tíma sem eru einstaklingsmiðaðir Já, en ég meina, gæti ég komið til ykkar bara, í viðtal bara til þín og þú myndir bara eitthvað spyrja mig spjörunum úr og ég myndi segja þér hver ég er og þú getur rauninni bara gefið mér uppskrift að því hvernig ég get verið besta útgáfan af sjálfum mér Betri útgáfa, já Besta, veit ekki með það En eitthvað í áttina Við erum ekki fullkomnir, sko En ok, þú gæti það Já, það er það sem við gerum Það er sem að enga tímin er oft, fólk er að koma til okkur með stoðkerfisvandamál besta auglýsingin okkar er fólki sem er ekki lengur með stoðkerfisvandamál og sendir alla kunningir sína og voru að kíkja á þetta í Primal þeir fara yfir þetta með þér og létta á því sem þarf að laga og núna upp á síðkastið erum við byrjað að fá sem sagt bara tilvísanir frá sálfræðingum þar sem að þeir eru að senda jafnvel fólk sem eru að þjást með kvíða, depurðareinkenni og annað þar sem við erum með sérstakt prógram fyrir það líka. Ok, hvers konar prógram er það? Það þurfa að fara dálítið djúpt af því að kvíði er margþættur og depurðareinkenni sömuleiðis og ástæðurnar á bakvið geta verið margvíslegar en þetta er svona dálítið, ef við tökum kannski streitunámskeið sem svona byrjunarpunkt þá skoðum við bara nokkra hluti. Við skoðum öndun, númer 1, 2 og 3. Það er rauninni hvert koltvísýringsþolið hjá einstaklingum er. Sem þýðir það einmitt að öndun byggist á koltvísýringsþoli ef við erum með lágt koltvísýringsþol þá byrjum við að anda mikið ef ég er með hátt koltvísýringsþol þá anda ég hægar minna og léttar yfir daginn sem er betra hollara fyrir öll efnaskipti fyrir taugakerfið allt kerfi, minna álag og allt nákvæmlega, þannig að allir hafa setið fyrir hliðin á einhverjum tíman sem að byrja að anda með munninum og maður bara svona er örugglega í lagi með þig þannig að því minna sem það þarf að anda því heilbrigðari ertu og við erum með mjög einfalt próf þar sem við látum fólk anda inn, anda út halda frá sér andanum og við eigum að geta haldið frá okkur andanum í 60 sekundur eða meira því lægra sem þetta breathhold er því meira vesen erum við í Ertu að sjá dæmi alveg niður í bara nokkra sekundur eða hvað? Undir 10 en þá fylgir í yfirleitt massífur kvíði svefnvandamál bólguviðbrögð, spennur og alls konar og hefur það eitthvað að segja? Insúlínkerfið okkar virðist virka öðruvísi í streitu en í slökun og ef við komumst aldrei niður úr streituástandi þá erum við alltaf í ástandi þar sem líkaminn heldur hann sé að flýja undan eða berjast við ljón þar til dæmis slökku á meltingakerfinu núna getur mjög margir eins og við segjum hver er birtingamynd kulnunar eða burnouts það er alltaf stoðkerfisvandamál að einhverju leyti nánast alltaf vöðvaspennur, bólgumyndun sumir finna meltingavandamál sem eru þá latur ristill, bólgur í meltingavegi óþol fyrir mat eða fæða einhverju tagi og kolli En er í rauninni uppsprettan af öllum þessum vandamálum sko, ef maður þetta sagt bólurinn er það altså streitu hormón er það hormón? En við getum hugsað sem ástandið í taugakerfinu velur hvaða hormón er í gangi hverju sinni þú ert ekki í sama hormóna umhverfi þegar þú ert í bardagaham
flóttaviðbragði Já. eða algjöru frísi eða slökun og meltingarástandi. Já, þú meinar. Þannig að það aldrei svona orsök Já. og síðan að því það ekki hægt að skoða bara eitthvað, taka blóðprófa Nei, og nei, serotóninni þetta eitthvað í vesenni. Nei. Hérna tabla til að laga serotóninni þitt. Hugsunin miklu frekar býta af hverju serotóninni ekki í lagi. Ef við erum með 2 einstaklinga, segjum að við séum með tvíbura, segjum að þetta séu konur og það vantar járn í aðra konuna, en þær eru tvíburar og þær eru að borða sömu fæðina. Sömu uppelsaðstæður. Nálega, allt eins, nema bara önnur lendi í bílslysi sem var tráma eða eitthvað og hún er í streitu. Það slökkt á meltingun hennar, hún tekur ekki upp járn. Skilji, það vantar járn í líkamann. Þetta getur bara verið tengt einhverjum einum atburði. Til dæmis. Svona ég er að taka dæmi, Já, ég er ég ekki að generalisa, Nei. þetta er bara svona dæmi sem við tökum. Þannig að er þá rétta leiðin að gefa henni meira járn? Nei, Nei, það er nefnilega ekki rétta leiðin. alls ekki sko. Rétta leiðin væri þá í þessu tilfelli að koma inn í úrstreita ástandi, niður í slökunar og meltingar ástand, þar sem hún getur actually unnið úr fæðunni sinni. Mega sens. Fullkomlega. Þannig að þetta er aldrei svona pælingin sem við erum að vinna með. Það er bara, fólk hefur komið til okkur með meltingavandamál og fleira og við breytum hvernig við anda og allt í einu bara lagast meltingin kikkar í gang og allir verða glaðir. Er öndunin oft, sko, ímynd sér að streita stafa ýmsu en til dæmis bara svo vinnu? Já. Hvernig ætlar að fixa það, skilju? Við aukum stresstoleransinni. Í staðin fyrir að segja að maður skipta Einmitt. Þannig að það snýst ekki um að skipta vinnu. Að því það er náttúrulega bara aðstæður, alls konar aðstæður sem að og þú getur ekki farið að segja að fólk að gera hitt og þetta þar. Þannig þú veit að hefur öndunin einu og sér gríðarlega áhrif, en ekki eitt og sér. Það er ekki að segja bara, já, þú tekur 15 sekúndar breathholdið þitt og ferðið í 60 sekúndar breathhold og þá ertu bara læknaður. Það virkar ekki þannig. Nei, ég meina öndun og veist, öll þín líkamlegu viðbrögð hlýtur að vera í rauninni bara birtingamynd bara viðhorfa. Algjörlega. Skilur við, því að ég meina, ég er út í lífinu að díla við hitt og þetta og það er rauninni bara, sko, það hefur með ótta að gera, held ég, fyrst og fremst, sko, sem að svo framkallar. Ótti er þegar einhver trigger er stærri en bardagahamurðin leifir. Einmitt. Í bardagahamur ertu ekki beint í ótta. Í milljón mismunandi útfærslum. Nákvæmlega. Þess vegna segi ég, og alltaf við fyrirvarinn, kvíði og depurreyðinginni eru fjölþætt og margvísleg. Er það að fara í með eitthvað skjólstæðingum, eitthvað svona, veist, er það að rekja það eitthvað svona hvaðan í rauninni óttin kemur? Þið eru ekki að fara í eitthvað svona sálfræðihlutar? Nei, þannig að við erum miklu meira bara svona, ef ég er búin að greina grunnþættina þína, sem eru sem sagt öndun, það eru hreyfiferlarnir þínir og við byrjum að laga þessa 2 hluti, síðan förum við að skynja svona aðeins hvar þú ert á þessum taugakerfi skala, ertu í bardagaham, fastur í pirring og reiði, ertu í flóttaviðbragði, fastur í kvíða, ótta, hræðslu, öllum þeim pakka, eða ertu í kulnunar ástandi sem er þetta freeze mode, þar sem taugakerfi slekkur bara á þér. Er það svona loka stig? Það er loka stigið og þar í rauninni er bara líkaminn að slökka á þér. Er það að fá svoleiðis fólk inn? Já, það eru svona einkenni sem maður getur lesið. Freeze, ertu að minna að þú sér bara í zombie einhverju? Og basically í zombie mode, sko. Andlitsdrættir. Þurfa þau ekki bara að gegja knús, gott knús? Já, sem eru mega það ekki, af því að þeir geta ekki einu svona hort í augun á þér. Wow. Þeir eru bara vilja algjörlega forðast allt samniti í rauninni. Þau eru komin alveg þangað. Þá eru við bara komin í lágan púls, við erum komin í fólk sem er erfitt með að mynda vöðvatónus. Það er bara rosalega erfitt að koma sér fram úr á morgnana, ég get sofið endalaust en ég verð aldrei útkvildur. Nei, því fólk er ekki að hvílast. En auðvitað er þetta skali, skiljið. Já. Lengst á skalanum er ég komið með algjört þunglindi, svartnætti, ég kem ekki fram úr á morgnana. En á leiðinni þangað, náttúrulega byrjar þetta sem bara svona nenni ekki að framkvæma ákveðna hluti. Ég er farin að sofa lengur, tilgangsleysi. Allt þetta er undanfarin af djúpa þunglindi. Þetta er bara svona skali eins og við horfum á það. Og þá reynum við að finna svona hvar viðkomandi statur og við erum með svona mismunandi aðferðafræði fyrir hvern og einn. Svona miða við hvað hann er statur og blönduna af þessu öllu saman. Því hann getur verið að fara á milli depurar og kvíðaeinkena ef hann er að flakka á milli þetta flight og freeze mode í taugakerfinu. Þá vitum við hann er þar, tilfinningarnar eru þar, hann sagði mér það. Hann sagði mér það með andlitsdráttunum, hann sagði mér það hvernig hann aktar, kemur fram í samtali við mig í tímanum, eins og við erum mjög ofta að greina allan fjandann hjá fólki
við erum með fólk kannski í æfingum, ég er að láta hann að gera eitthvað aðalega ungar konur til dæmis, spyrja mjög oft má ég fara úr peysunni og hvað þýðir það? þá þýðir þú ert í flight eða flótta viðbragði Af fyrir fjandanum ert þú að biðja mig leyfi að fara úr peysunni Já, af hverju er hún að biðja leyfi? af því hún er í flight, hún er í flótta viðbragðinu og hvað, já Er hún ekki bara kurteis? ef hún væri í bardagaham já, þá fær hún bara úr peysunni Þú ert að meina í tíma? Já, Það er það heitt er bara þessi litlu hlutir skiljiði sem við erum að lesa í fattiði hvert er að fara hún er að biðja hún er að biðja leyfi til að fara úr sinni eigin peysu já, sem er alltaf alveg grill sem er algjörlega grillað má ég fara á klósettið, segir fullorðin manneskja þú fær bara á klósettið og segir, herðu, ég er að fara á klósettið það er fætt bara þessi litlu hlutir segja okkur rosalega mikið hún var að spyrja leyfi til að fara úr peysunni en hún sagði mér í hvaða ástandi hún var síðan bara þegar hún byrjar að rífa sig úr peysunni eitthvað tíma og heldur áfram æfinguna þá veit ég, hún er komin í fætt þarna vil ég vera skiljiði það er mjög gaman að útskýra taugakerfi skalan með svona smá skemmtilega æfingu sem að ég gerði eins og ég fór til útlanda og var á svona taugakerfisnámskeiði þá vorum við einmitt með sandpoka það er mikið sem við vinnum með í Primal til þess að auka bardagahaminn stresstoleransinn það er ákveðin list í því og þess að þetta var þannig að hann kemur okkur í slökunar ástand með öndun og útskýri taugakerfið og svo segir hann það er eitt sem ég ætla að gera núna á æfingunni og það er að fylgjast með röddinni í höfðinu á okkur og við bara, hvað er hann að tala ég heyr aldrei einu rödd í höfðinu en það er rugglega ressi hendur í mig 50 og 60 kíló sandpoka við erum 2 og 2 saman og við erum að labba, ganga yfir gólfið fram og tilbaka en þjálfarinn sagði ekki hvað eru margar ferðir hann sagði ekki hvað tíminn á þessu væri langur bara byrjaði að ganga og maður byrjar í algjöru slökunar ástandi og svona tala við félagann og svona, félagslega tengsl í gangi Þið eru 2 á pókanum? Nei, við erum bara, annar heldur á pókanum, hinn gengur bara með og við erum svona, hvernig ætla þessi best að halda á pókanum og svona, einhverja svoleiðis pælingar sko nema síðan byrjar pókinu augljóslega að síga í hættir að tala við félagann og byrjar að einbeita sér af því sem maður er að gera maður er komin í svona aktív ástand þar sem maður er svona byrjar að einbeita sér og svona, ok, það er eitthvað að gerast í það síðan ætlaði pókinu ennþá þungur og ég verð að rampa taugakerfið mitt upp í fight ok, nú ætla ég að éta hennan póka og ég var bara sjálfströstið byrjar að rísa og maður fer í svona þess að við köllum Primal God Mode sem bara þú ert ósegrandi ég horfum kringum mig bara þið hinir vesalingarnir á þessu námskeiði ég verð síðastur með pókan þið eigi ekki sjens í mig ég ætla að vera maðurinn og ætla að sýna ykkur hvað þið eru miklu ræflar þetta er einnig það sem byrjar að gerast þetta er vissan að þú sért bara ósegrandi síðan heldur við bara áfram að halda á pókanum hann heldur áfram að síga í vesin er að það er ákveðin lína hjá öllum þar sem þú flippar úr bardagaham inn í flótta viðbragðið og ég kíkja á klukkuna og ég kíkja aftur á klukkuna þannig að hann sagði mér aldrei hvað þetta ætti að vera langur tími en ég byrjaði í flight bara hvað er mikið eftir ok, er þetta ekki að vera búið og ég er vel þreyttur hérna í vinstri miðminni og þú veist ekki sko já, ég er vel þreyttur sko og nú reyni ég að hugsa fram í tíman hvað ætli ég eigi margar ferðir inn í mér skilurðu ég kíkja á hina, er engin annar en þreyttur nema ég ó nei, verð ég fyrsti maðurinn til að missa pokan þú ert aumingi var röddin sem kikaði inn síðan segir hann bara sleppiði pokanum, búm og maður bara svona, wow ég hef aldrei heyrt þessa rödd áður og ég þurfti bara að fara niður og sitja staðinn niður og ég bara byrja hvað þýðir þetta er bara sturlun þannig við útskýrum þetta þannig að mjög margir sem eru í streitu kulnun, burnouti eru bara með massívan sandpoka sem þeir geta ekki sleppt það er ástandi sem þeir eru föst í allan tíman flætið er meðverkni og fólk er bara eitthvað flætið er ég ekki nóg nei, þetta er allt sami hluturinn skiljiði og þú ert bara einhverju hversdagslegu amstri sem er ekki neitt nákvæmlega þannig að ef að stresstoleransin okkar er lágur þá þýðir það að ég fer þá þýðir bara að minna áreiti mun sita mig í flótta viðbragðið og kvíðaeinkenni fyrir sumir er það bara að fara út í bónus en við ákveðum að ef ég er búin að greina þig með lágt fight mode og það sé kannski dálítið svona orsökin af vesenniðinu þú lendir í einhver tíman og þú ert rosalega í svona þess að við köllum test negative það þýðir að líkaminn er alltaf að reyna að finna einhverja hættur af því þú ert í flótta viðbragðinu sér ekki test positive sem er bara svona ég er öruggur, geggjað, mér líður vel þá stækkum við fight mótið með því að láta þið bera sandpoka
en áður en þú ferð inn í flætið sleppur sandpokan hvílir þig heldur godmótunuðinu gangandi eins og við kallum það, tekur aftur upp sandpokan ferð annan sigur, berð sandpokan nokkra ferðir við segjum aldrei hvað margar ferðir að því ég segi margar En þið stjórnið því? nákvæmlega, leiðu ég sé það í augunum að þú ert byrjaðar að flip þá slepptu pokan og þú farðar í kofur aftur inn í fætið leiður tilbúin, tekur aftur út sandpokan gengur með hann og þú gæst kannski með hann 20 ferðir þú tókst nokkur hlé á milli en ef ég segi taktu pokan, taktu 20 ferðir þá mun einstaklingurum bugast á leiðinni og fara inn í flæt þannig að núna er ég búin að taka upp þyngri og þyngri sandpoka við erum búin að æfa í 2-3 mánuði það þýðir að stresstoleransinn hjá þessari mannesku er hún miklu stærri Og þetta búið til nýja fortíð fyrir einstaklingin nákvæmlega Þetta geggjað þannig að núna er það sem var að valda mér kvíða og vesenni áður lítil fjörlegt miða við sandpokaæfinguna Og sérðu fólk Skiljiði. fara með þetta Já. út frá Primal Já. altså út í lífið Já. fólk sem er kannski í einhverju burnout eða streitu og Nákvæmlega. annað, það er að fara með þetta bara í hvers daginn nákvæmlega því að það er verið að búa til nýja tengingar þetta er rauninni bara nýja tengingar þetta eru nýja tengingar og ný viðmið við hvað Ég er að segja hættuástand þetta, út fyrir frá kerfið. reynslu nákvæmlega og núna verður það sem að tryggja kvíðan að fara í bónus til dæmis lítil fjörlegt með að mæta í Primal og ég einhvern sandpoka skilji það er ein tegund af kvíða og vesenni annað sem við tölum mikið er lactate sem er orkuefni fyrir líkamann og svona afleiða af mjólkusýru allir svona hafa heyrt eitthvað mjólkusýru það sem að flesti viti ekki er að við umbreytum henni í lactate og lactate er orkuefni fyrir líkamann Er þetta ekki bara laktósa? Nei, laktósa er náttúrulega mjólkusykur Já, en lactate Já. er sem sagt afleiða af lactate acid sem er það sem að allir hafa einhvern tímann prófa að taka brekkuspretti eða eitthvað djöflin og eru svo bara logandi í lærunum það er sem sagt lactate mjólkusýru þú ert helst ekki fara þangað í gangi við þurfum að fara þangað af því að það fyrir suma Til þess að byggja upp þol eða Nei, til að fá meira lactate í líkamann Já. þannig að nú erum við með 2 mismunandi form af það sem er kallað kulnun Já. það getur verið kvíði og það getur verið deburð og það getur verið semst kvíði og deburð í bland útskýringin okkar á líkamlegum einkennum fyrir þetta er að lactate er orkuefni við viljum muna það lactate er orkuefni fyrir líkamann líka. Þannig að ef það er tómt á tanknum á bílnum ykkar hvað gerist þá? Bara ekki neitt við erum í frís líkamannum er aldrei svona sem við kallum selfish brain theory sem þýðir það að heilinn vill orku þannig ef heilinn fær ekki orku og það er ekki lactate fyrir heilan þá segir hann ég ætla að slökkva á líkamannum svo hann hætti að eyða öllu lactatinu sem ég á að fá skiljiði þannig að við erum oft með fólk í þessu frísástandi sem er svona þunglindismegin á skalanum fyrir göngutúr þá örmagnast í 2-3 daga Því orkan er bara ekki Af til því að- staðar þegar ég fyrir út að ganga þá nota ég lactate sem orku Já. heilinn fríkar út að því þú ert að eyða orkunni heilinn er ekki að fá neitt hann slekkur að þér og þú fyrir meiri debur og þunglindi og örmagnast jafnvel í einhverja daga eftir lítinn léttan göngutúr af því að það sem flestir fá þegar fara í full burnout eða kulnun er ekki gera neitt farið heim til þín, hvíldu þig þessin er að það virkar ekki af því það býr ekki til meira lactate í heilan Hvernig býrðu það til? með því að gera fætaæfingar Já. þar sem þú tekur upp sandpokan Já. þá myndar þú lactate og það vil svo skemmtilega til að úr þessum stóru sterku vöðum sem við notum er flutningsleið af lactate inn í heilan þannig að við höfum fengið fólk með deburrenginni komandi inn taka sandpokaæfingar eða kannski í miðjum sandpokan hnepaum og það fyrir bara að gráta það bara gerist eitthvað sleppir sandpokanum og segir bara Einar, er þetta eitthvað grín? Ég sé liti það er sem er hægt að sjá liti þegar þeir fara í þunglindi Svartkvítt sturlað atriði lactate myndast, lactate fyrir heilan og allt í einu kviknar bara á kerfinu svo fyrir fólk heim og bara heyrðu ég fór bara í garðinn maður og reytti arfa og gerði fullt af verkefnum sem ég bara meikaði ekki af því að það komin bensín á heilan hinum megin erum við semst með lactate í líkamannum það getur líka verið á hátt og þá fáum við kvíðaeinkenni þannig að þá getum við ímyndað okkur að það sé of mikil orka í kerfinu við ætlum að fara að sofa hvað gerist þá? Tökur og segir nei, við erum að fara út að hreyfa okkur við ætlum að fara að gera eitthvað og við sitjum og bara ég get ekki fara að sofa og það er kvíðaeinkennin, kvíða megin í lífinu
þá vilt svo skemmtilega til eins og ég talaði með göngutúrin áðan að göngutúrin notar laktit sem orku þá segjum við fólki að fara út að ganga laktiti minnkar og við komumst á þægilegan stað sem okkur líður vel kvíðaeinkennum hverfa og við getum lagst sofið betur í bland við öndunna í bland við hvernig fólk hreyfir sig getum við séð nánast nokkurn veginn fyrir fullvísu hvar það start á taugakerfi skalanum og hvaða æfingaform við myndum þá setja á þá mannesku sem hentar henni hverju sinni. Þannig ef við erum til dæmis að flakka á milli depur og kvíða, þá þarf ég að gera bæði. Af því það vantar laktit í heilan, en það er of mikið laktit í líkamanum. En laktit í líkamanum fer ekki í gegnum blood-brain barrierinn inn í heilan, nema með æfingum sem taka hrikalega á því. Og þess vegna segjum við að eina leiðin út úr frís er fight. Fyrir það að ég ligg upp í rúmi, andvaka og í spennu get ég að fara fram og gert það skvartar svolítið. Þú vilt gera rólega æfingu og við tölum semst rólega æfingu sem semst eirðarleysi, get ekki sofnað, það er undanfarin af kvíða sem er undanfarin af kvíðakasti. Skiljiði? Þannig að þá erum við bara svona, já, eirðarleysið, get ekki sofið, ég er kannski ekki með kvíðaeinkenni en ég þarf augljóslega að lækka laktitmagnið í kerfinu mínu. En allt sem þú ert að lýsa, öll þessar aðferði, þessi meðferð hún í rauninni sko miðað við hvað ég heyri, hún er að koma í staðinn fyrir það sem að annars þið beitt altså þá lyfjalausn. Staðinn og með? Staðinn og með. Já, þannig að alltaf margir eru byrjaðir á lyfju. Við reynum alveg alltaf að útskýra fyrir þeim að til þess ef fólk hefur til dæmis löngun til að hætta á lyfjum og nú förum við að tala mjög varlega, þá viljum við sjálfsögðu að gera það með samþykki og samráði við læknin, númer 1. Við viljum breyta orsökinni. Þannig að við getum ekki verið í sama ástandi á því ég byrjaði á lyfinu og hætt á lyfinu. Það þarf eitthvað að breytast til þess að ég geti hætt á lyfinu og fari ekki í sama farið, augljóslega, það er svona frekar einfalt. Bíllinn minn er bilaður, ég ger ekki við hann held áfram að keyra hann og ennþá bilaður, sko. Þú veist, þetta er bara dálítið þessi pakki. Þannig að við reynum að finna, eins og við segjum, hvað hentar hverjum best og svo svona í samráði við þann einstakling og læknin getum við byrjað þá að hugsa í samráði við einstaklingin sem er í samráði við læknin. Já, og við höfum gert þetta við þó nokkuð marga þar sem fólk hefur losnað af lyfjunum sínum sem er bara frábært atriði af því að við viljum alltaf nálgast heilbrigði. Alltaf komum við tilbaka af þessu. Ef laktið er á hátt í líkamannum þá er ég að fjarlægast heilbrigði. Ef laktið er á lágt í heilanum þá er ég að fjarlægast heilbrigði. En finnst þér við ekki almennt vera þannig þenkjandi að við erum að líta á lyfjalausn sem eitthvað svona varanlega lausn, hvort það sé? Það er rosa misjant. Sumir fólk vilja alls ekki taka lyfið sitt en eru bara gjörsamlega böguð á því. Þurfa kannski lyfið sem getur verið þá góður svona milliskref, sérstaklega fyrir fólk sem í massíu depurástandi er ekki að fara að mæta í Primal að taka sandboka. Skilurðu? Þá kannski lífið kikkar inn, líður aðeins betur, skilurðu, en þú dettur aldrei í fullkomi heilbrigði á stórum skammti af þunglyndislyfjum, skilurðu. Þá svona, það er verið að halda aftur að þeirra vissu leyti líka, en þá ertu allavega að koma með svona getur náttúrulega koma fram úr þú veist, fara að hitta fólk, heyrðu, ok, hann sagði þetta með sandbók, bara ég til að prófa þetta og byrja að mynda þetta laktið inn í heilan, byrja að vinna vinnuna sem þarf að vinna. Þetta er náttúrulega langklöp. Já, að mínu mati er það svona leiðin sem við ættum að vera að nota lyfin, sem er svona bara þessi þarf augljóslega einhver aðstoð núna, þetta er komið of langt til þess að geta farið að gera eitthvað, ekki til þess að vera bara áfram á þessu og halda áfram á sömu braut sem koma honum á staðinn sem hann er á. Og eins og við segjum, það getur ýmislegt verið að mynda þetta spæk í laktið, það getur verið áfallið, það getur verið uppeldið, það getur verið allir fjandinn í æsku, skiljiði, en við förum aldrei þangað. Við bara aukum stresstoleransinn og minkum laktið, hugsaum þetta nánast eingöngu út frá líffræði. Þið vinnið þetta þá leið. Já. Og til að útskýra hvað öndun til dæmis er mikilvæg, þá er þess að öndunin sem stjórnar taugakerfinu. Þannig að á 2 mínútum getum við venjulega komið fólk niður í slökunarástand og kveikt á meltinguna þeirra. Með skrítinu öndun. Því annars er meltingin bara, hún er bara hert. Slögt. Hún er öfugt við hert, hún er bara ekkert í gangi. Já, þannig að það er engin upptaka, léleg upptaka á næringarefnum til dæmis. Þannig að þetta er svona aldrei skemmtilegt að sjá.
hvað er hægt að gera mikið með einföldum æfingaaðferðum og öndun. En þarna, mér langar að fara aðeins inn á þessu tengt testosterón hjá kallmönnum. Nú ég orðinn 45 og ég heyri af svona mínum jafnöldrum og ég tekka það sjálfur hjá mér daginn, altså gildi, testosterón gildi, bara til að sjá hvar ég er. Og þessi félagar mínir, þeir sem eru sumir hverjir að fá sprautu eða getur verið gel eða hvernig sem það er, þeir eru að díla einmitt við eitthvað sem að getur litið út fyrir að vera eitthvað svona bara kulnun, burnout, kvíði, þunglindi, bara kraftleysi, tilgangsleysi og þeir fara að þyngjast og bæta á sig og hætta að geta sofið og eru alveg handónýtir, skilur, félagslega í rusli og allt í klessu. Hvernig næ testanum upp? Færir að næri heilbrigði. Já. Þetta alltaf samsvarið. Það bara, en ef ég kem til þín bara, veist, eitthvað, bara þrjá í testa, bara eitthvað, bara bara lamaður, hvað gerur við mig? Hvernig byrjar að vinna með mig þegar ég alveg handónýtur? Neglið í sandboka. Það fyrst förum við í stoðkerfið, skilur við, þannig að það við líkamlega getur til að bera sandboka, sem flestir hafa ef þeir læra að bera sandboka og lyfta honum rétt. Er þetta ekki bara alltaf bara sandboka samt? Akkur ekki stöngina líka? Þegar stöngin fer bara ekki eins vel með þig og sandbokin. Það er miklu eðlilegri hreyfing að taka upp sandboka en stöng. Þannig þegar þú ert að tala sandboka, ert að tala beygjur og labba og allan fjandann. Þú veist, göngum með hann og lyftum hann fyrir höfuð og gerum alls konar með mismunandi þyngdum. En aðalatriðið er í rauninni bara að við viljum fá rétt hreyfipattern sem er fight hreyfipatternið sem að vill. Ef ég útskýri það örsnögt, við erum með 2 manneskjur, ég þykist ætla að kýla þær í andlitið. Fyrri manneskjan fer í flóttaviðbragð, því hún er ekki vön að einhver sé hótaði að kýla hann í andlitið. Hún mun loka sér að framan og lyfta öxlunum upp og segja, ekki lemja mig, líklega, sem eru þá stíflæri, loka armið að mér, fatt mjóbak og herðarnar upp í eyrun. Það er flight hreyfipattern, eða flóttaviðbragð líkamanns. Hin manneskjan er bara Conor McGregor. Hann fer ekki í þetta pattern. Hann er bara tilbúin. Hann kemur á móti þér. Hann er með virkan rass, virkan kvið, axlunar aftur og bak og niður og bakvöðarnir þandir, skilur við. Það er fight hreyfipattern. Það er búið að sanna það að þú setur út meira testosteroni bara við það að standa í superhero pose inn á klósetti árum fyrir launaviðtalið í 2 mínútur. Þú getur breytt þessu. Já. Wow. En af hverju í fjandanum þarf ég að fara inn á klósett og standa í superhero pose? Af því að ég er ekki í superhero pose allan daginn. Þannig að fyrsta væri laga hreyfipatternið, fá rassvöðaninn, síðan notum við það hreyfipattern til að bera sandbokan og við getum lótað meir og meir í þyngd á þig sem þýðir það að hormónakerfið byrjar að bregðast við. Ef við æfum í flight eða erum í flight freeze, þá er hormónakerfið okkar ekki að vinna eins og það á að gera. Sem er svona besta lausnin, þú veist. Hvernig það kemur svo fram hjá hverjum og einum með mismunandi. En að æfa þig þessu, hvernig þá, skilur við? Er fólk... Ef þú deadliftar á þess að nota rassinn, já, bara meina svoleiðis. Grillar á þig bakið. Já. Ef þú deadliftar og nota rassvöðan, þá ertu að vinna. Þú ert bara að lýsa stórum hluta þeim sem stundar líkamsrækt í raun. Já, nema vesenið er að mjög margir eru í líkamsrækt, en þeir eru að murka sig. Og þeir eru að efla flóttaviðbragðspatterni í líkamannum. Sem eru bara rangir hreyfiferlar og vöðva ójafnvægi. Já. En ætti maður ekki að finna það bara hvernig manni líður þegar maður er í og búinn að vera til dæmis í ræktinni? Jú. Þú veist, ef maður bara stoppar aðeins og skoðar bara hvað er í gangi hérna. Ég fucking elska að vera í ræktinni, sko. Já. Mér finnst það svo klikka, sko. Þá ertu í fight í ræktinni. Þú veist, það er bara eitthvað, snöggt inn, snöggt út, þungt út, bara mér finnst það geðveikt, sko. Það er lagt þetta í heilan og þetta God mode sem við tölum um. Þú gengur út og bara hvað ég að gera núna, ég er til í að gera eitthvað. Sko, þegar við erum að tala um þetta, þá fer ég svolítið að spá ég svona út frá svona, þú veist, því sem við erum að heyra í samfélagi í dag og svona með kallmennsku og annað. Verðum við ekki að virkja þetta til þess að koma út með hreinni kallmennsku? Jú. Manstu, hann talaði um þetta sexgúrúinn. Já. Shaft. Veist, hann sá fyrir sig bara þrumuguðinn Þór, bara með rödd. Bara skilur við. Þú veist, er þetta ekki hrein kallmennska? Þetta er hreint fight. Já. Af því að konur eru líka með þetta. Já, ok. Skilur við, það þurfa allir útrásina. Við erum stundum að sparka í púða og við erum að bera sandboka og fólk fá að vera öskra í tímanum okkar, sko. Já. Líður eins og million bucks þegar búið, sko. Já. Af hverju? Máttu öskra í bónus?
Nei. Jú. Hvar máttu öskra? Það er bara hringt á lögregluna Það er bara öskrar í hringt á bónus, lögregluna. Við erum samt bara dýr. Já, einmitt. Bara dýr í fötum, skilur, sem kunna tala. Já. Það þýðir ekki að við eigum ekki að láta dýrið koma út, skilur. Nei, Bara réttum stöðum á æfingunni Já. máttu öskra í vörklass. Ég má það, en það er svona Það er illa séð. Það er illa Skilur, séð. þannig að það gerir það enginn. Einmitt. En Fattarðu? ég öskraði innan Það vantar vildýri og Já. stundum þannig að bara fara í sandboka Já. og éta þetta og fá bara grönta eins og öskra sig áfram og vera trilltur, skilur. Því ef við erum ekki að losa þetta út nákvæmlega. þá erum við að bæla Verð og þetta dysfunctional. getur verið svona með einhverja mismunandi orkustöðar og annað í gangi sem bara framkalla það. Ég fer út í samfélagið, í samskipti við fólk, þessi konur eða börn eða hvernig sem þeir og ég er bara ekki að sinna mínum skildum. Ég er ekki að gauka samfélagið, ég er að hafa mér svo fáiði. Einmitt. Nákvæmlega maður. Af því þú farið ekki að haga þær eins og villidýr í salnum, skilur. Ég leyfi mér það ekki. Einmitt. Þú veist, ég auðvitað bara get komið mér í þær aðstæður sem ég þarf til, sko. Já. Þú veist, ég get ekki kennt þessum samfélagi. Ég þarf að þekkja, ég þarf að fá innsæð inn í mitt raunverulega eðli og hvað ég þarf. Nákvæmlega. Til þess að í rauninni bara virkja mig sem manneskja, full potential, sko. Og færa þér nær heilsu. Já, einmitt. Sem er alltaf sami helvítspunkturinn. Já. Geggjað. Hvað þurfum við að gera til að komast þangað er síðan spurningin. Og þetta er svo skemmtilegt að þetta svarar svo rosalega mörgum spurningum hegðun, tilfinningar og allan fjandan. Samskipti bara, samskipti við fólk. Samskipti við fólk. Heldur ég tali eins við konuna mín í fight, flight, freeze eða rest and digest? Nei. Það er nefnilega málið. Og mjög margir sem eru til dæmis í fight, þeir er alltaf bara að pikka fight. Af hverju? Af því að vantar fight. Einmitt. Þannig ef ég er í röngu ástandi með við umhverfið mitt, þá er ég í vesenni, þá líður mér ekki vel. Þá kemur inn kvíðin og pyrring og reiðin og allt þetta. Þá ætla ég bara að gefa gaurnum puttan sem að var bara skipt akrin. Pikka fight. Þá ætla ég bara að pikka fight. Ég held að það sé ástæðan fyrir að margir að pikka fight hérna á netinu. Engin spurning. Og svo ríft, nú líður mér vel. Engin Því spurning. ég er núna komin í fightin sem mig vantaði af því að ég er í fight. Ég næ ekki að róa mig niður í rest and digest eða aktiv eða hvar sem ég á að vera. Þegar ég sitt bara hér, nú líður mér bara illa. Nú þarf ég að fara að gera eitthvað. Byrja að skrolla í símanum, byrja að pikka fight eitthvað staðar, byrja að skilja. Þannig að mjög oft er þetta símafíkn til dæmis. Ég er í kvíða, ég er í flight, ég sest niður. Ég næ ekki að róa mig niður þar sem ég á að vera. Þannig hvað ger ég? Ég tek utanaðkomandi áreiti og mattsa þar sem ég er og byrja að skrolla í símanum og djöflast og fæ áreitið, skiljið inn og verð ég fíkill í það. Ofan og skerta getur bara þess að geta haldið fókus í langan tíma. Sko. Nákvæmlega. Og svo erum við mjög magnað, við erum til dæmis með marga sem eru til dæmis í jóga og alltaf, af því það er alltaf haldið að við eigum að vera að ná okkur niður. Það er algjörlega rangt. Já, einmitt. Af því að svo kemur einhver stressor inn, einhver áreiti og ég reynir bara að vera meira sennaður. En það bara passar ekki að vera sennaður í því áreiti. Ég stundaði stangajóga í 10 ár. Já. Ég var alltaf að glíma við 8. Nákvæmlega. Og svo það var ekki fyrir en að ég sleppti tökunum á þessu jóga og ég fór að detta. Það er fætt. Og þá fór mér að líða betur, sko. Í alvörinu, sko. Það er það sem ég var að reyna að fara að segja. Já, nákvæmlega þetta. Já. Þá var ég alltaf að reyna að senna mig niður. Ég var svo mjúkur. Nema núna er utanaðkomandi áreiti hér og ég er hér. Hvað segir taugakerfið við þig? Þú ert ekki öruggur. Við ætlum að rampa upp taugakerfið til að svara áreitinu sem er hærra uppi. Sem er að fara í fætið, fara í deadliftið, auka styrkðinn og allt í einu þú getur dettað 100 og eitthvað pluss. Þá verður bara mörg önnur verkefni í lífinu lítilfjörleg. Og bara svona, þetta er ekkert mál. Nei, ég er fucking maður. Veistu hvað ég voru að gera í gær? Skilurðu? Og sem er bara sama, þú veist, við fyrir stundum bara berfættir, berir ofan, út að hlaupa. Þú veist, það er slapp. Já. Ég er alltaf berfættur og tosslunum að slá grasið hérna á sumrin. Fólkin finnst það hættulegt að slá gras berfættur. Eins og ég var í Stáltá eða eitthvað. Já, eins og sért að fara yfir fótina þar. En heyrðu, sko, þessu tengt, sko, ég er hérna með smá texta, við erum alveg að ná hérna í lokin og það er sko, ég hef heyrt þú brenni fyrir uppljómað skólakerfi. Það tengist auðvitað börnunum og þeim auðvitað sem starfa innan skólakerfis, en hvað er eiginlega hægt að gera þegar að foreldrarnir eru letingjar, háðir samfélags- og fréttamiðlum, sykri, áfengi, Netflix, Pornhubs, lagar einstaklingin. Þegar að foreldrum, sko, því ég er að vinna sjálfur í skólastöfnun og ég ætla ekki eitthvað að fara kannski segja eitthvað of mikið um það, en það er alltaf talað um þessi barnavesen, unglingavesen.
Hvernig ætlar að breyta skólakerfinu þegar foreldrarnir eru fucked up? Það er alveg góð spurning. En ef að við fáum fræðslu inn í skólakerfið og við erum dálítið að reyna að vinna í því núna og einn þjálfarinn hjá okkur, Aðalheiður Jensen, hún er algjör snillingur og hún er að berjast fyrir því að koma þessu inn í skóla. Hver er það nákvæmlega? Hugmyndafræðin okkar í rauninni. Þannig að ef þú ert komið með þetta inn í skólan þá ertu allavega að fá fræðsluna og utanumhaldið einhvers staðar frá. Og fræðslan er náttúrulega bara það sterkasta sem þú hefur. Leið og við verðum komið með þetta inn í grunnskólakerfið sem einhvern svona þátt í því að skilja sjálfa þig. Þá íþróttakennslu þá já, meðal í rauninni. Já, við erum að reyna og náttúrulega lífsleikni og skilning bara á taugakerfinu og allt þetta dót. Við viljum bara fletta þetta inn sem eitt kombo. Við viljum ekki vera eitthvað kannski að setja þetta sem íþróttaiðkun á eitt stað. Þetta er í rauninni bara heildarkerfi sem passar inn í einn fallegan, innrammaðan pakka með slaufu. Þetta passar allt saman eins og það heyrið. Þetta kemur alltaf í sama hluti. Þannig leið þú fræðir krakkana þá geta þau allavega tekið sjálfstæða ákvörðun hvað þau vilja gera í framhaldinu, burt sér frá því hvaða foreldrar þeir eru að gera. Já, þau koma alltaf með eitthvað þessu heim, sko. Algjörlega. Ég er að segja það. Þú kannski smitast það í foreldrarna, kannski ákveðið að fara sín eigin leið. Auðvitað í fullkomnum heimi væri best að ná öllum. Það er bara ekki hægt. En allavega getum við, eins og í þessu podcasti, reyni ég að útskýra mál mitt til þess að einhver þarna úti kveikja á perunni, hlusti og bara hvort sem hann kemur til mín ekki, kannski fer hann bara og byrjar að gera deadlift, skilur og það bara svín virkar og ég veit ekki af hverju, núna veit ég af hverju, það er svo rosalega dýrmætt, en leið og ég veit af hverju við gerum hluti sem láta mig líða vel, þá er meiri líkur í haldið þeim áfram. Skilningur er svo gríðarlega mikilvægur. Þetta er það sem við erum að reyna að koma af stað inn í skólakerfið, sem er náttúrulega bara stórt og þungt og bara tekur anskatunum lengri tíma en það ætti að gera. Já, pluss að það er búið að vera bara eins og margar aðrar stofnanir náttúrulega bara svolítið lamað á COVID síðustu 2 ár, sko, sem er alveg búin að einkenna starfið, sko. Já, algjörlega. Og þetta er líka svona dálítið svona stór punktur með, ef við förum á hættulega slóði með COVID-ið. Ímyndið ykkur hvað margir sem hættu að hreyfa sig. Já. Hvar tölunar fólk sem að líður hræðilega af því það hætti að fara í ræktina? Já. Fyrsta sem við ætlum að loka er ræktin sem er kannski eina haldreipi hjá mörgum fólki yfir í að líða vel. Er það ekki svolítið heimskulegt? Sem er bil. Sundlaugarnar ég skil alveg að það þurfa að vera einhvers konar einhvað prógram, skiljiði en að loka þessu er algjör sturlun, sko. Það er bara, það er bara út að ganga. Hvað gerist þá fyrir gaurinn sem er í frís? Hann fer í lengra frís. Hann fer bara og örmagnast í marga daga af því að hann er ekki að fara að taka brekkuspretti, sko. Nei. Hann fyrir göngutúr kannski. Ég gleymi ekki tilfinningunni sem kom yfir mann þegar var einmitt búið að loka sundlaugum, loka aðgang í rauninni í rækt. Mér fannst eins og ég var að deyja innan, sko. Nákvæmlega. Og þú veist, sem bara svona þokkalega heilbrigður maður, varstu þar, þú ert með byrjunarpunkt einhvers staðar sem er kannski ágætur, skilur. Þú ert með byrjunarpunkt sem er lægri. Það ertu bara í mjög vondum málum. Þú ert komin á mjög vondan stað, mjög fljótlega. Það fyrir utan að koma sér að stað aftur, sko. Og hvað er margir sem koma sér ekki að stað aftur? Já, einmitt. Þú veist, hvað er þetta fólk? Við erum ekki að hugsa þetta alveg nógu veginn. Nei, ekki heildrænt, sko. Nei. En hvað ertu þarna svona varðandi, skólakerfið, unga fólkið, það eru þetta krakkarnir og svona unglingarnir, ertu bjartsýnn á þetta leið? Ungu foreldrana? Já. Ertu með svona flotta útjópíska framtíðarsýn? Ef ég fæði ráða, já. En þess vegna er ég hér. Ég reyna að gera eins og ég get, skilur. Hvað svo sem það endar, skilur. Alveg eins og bara fólk, normið í dag er orðið svo sturlað, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi einu sinni, sko. Eins og við reynum að útskýra yfir fólki, hvað eru kvíðatölunar yfir krakkan okkar? Eru það að fara upp eða niður? Upp. Off the roof, sko. Þeir rykkjast upp. Hvað er það? Bara staðlar og samfélagsmiðlar? Þegar við vorum yngri, fóruð þið út í búð og gáttu keypt ykkur halvan lítir af koffein orkudrykk. Nei, það er bara mísa og eitthvað. Nákvæmlega. Koffein er eitt mest kvíðavaldandi efni í heiminn. Við drekkum allan daginn og börnin líka. Allan daginn og börnin líka. Og þegar við fengum svona kannski 100 kall eða eitthvað, fengum að kaupa nammi í grænan póka, pínlítið á laugadöfum, geggjað, fórum við á einhverja rafmagnslaupahjóli. Nei, við þurftum að labba út í búð sem að tók okkar niður. Skiljiði, það er svo margir hlutir sem við erum að gera því auðveldara sem lífið verður því óheilbrigðari verður við.
samanbera venjulegt fólk sem bara alltaf í kjör hitastigi getur ekki farið í kalt vatn. Nei. Og þar kemur kuldinn inn. Og þegar þú ert búin að sigra kuldan, þá verður aftur bónusferðin mjög auðveld. En ég meina þegar þú ert að tala þetta, fyllist ekki bara vonleysi? Áttu séns í þetta? Þetta breyta ykkur? Ég á ekkert séns í þetta, við öll saman eigum séns í þetta. Ok, því ég sé ekkert annað fyrir mér en við þurfum að komast inn í bara eina allsherjar bara uppljómun. Nákvæmlega. Þú veist, hún þarf að vera bara alveg bara global, bara kollektíft. Hvað það bara að hlaupa honum brenda báli og... Það þarf að vera, veist, ég er alveg að geta shake og ég er að keyri á bílum og ég geri letingastöf sko. Ég líka. En ég er samt peppaður sko. Þannig ég get fundið bæði sko. En þurfi ekki að koma inn í bara eitthvað svona bara kollektífa vakning hvað þetta varðar. Algjörlega, og þess vegna viljum við fá skólakerfi með okkur. Viljum fá fólk með okkur í þetta. Við viljum ekki vera á móti ég segi ekki við einhverja geðlækna ég er á móti því sem þú ert að gera, gefa lyf. Ég vil fá hann með mér í lið svo við getum actually farið að finna bestu lausnina saman. Sálfræðingur sama. Viltu gera þetta geðlæknin atvinnulausan eða lyfjaframleiðendur? Nei. Já, þú veist, lyfjaframleiðendur, það væri geggjað við getum gert þau atvinnulausa því við þyrftum ekki lyf. Slæmt viðskiptamódel sko. Fyrir þá. Já, ef við þyrftum ekki lyf það væri alltaf fullkomin heimur, skilur við á einhverju leyti. En það sem við viljum miklu frekar er náttúrulega bara að taka samtalið. Bara geðlæknirinn hérna, við erum aðeins búin að pæla þessu hér. Ertu til í að vinna með okkur? Við erum búin að taka einhverja fólk sem þú er svona að pæla í að setja á lyf, setja það frekar á prógramið okkar í 2 mánuði, 1 mánuð, 2 vikur, eitthvað. Og sjá, er munur. Bara hei, nú þarf ég ekki að setja þennan á lyf kannski. Þá getur hann svona, hei, þetta er eitthvað. Það er eitthvað hérna. Spáði líka bara í altså bara fjárhagslegum sparnaði. Einmitt. Altså því sko þessar lyfjagjafir eru náttúrulega bara súrjalist dýrar sko. Já. Og hérna í samanburði við í rauninni hvað kostar actually bara að vera með aðgang. Já. Já, eða á bara hvar sem er, það sem þú veist að fá. Svo lengi sem þú skilur grunnhugmyndina. Og virkjar dýrið sko. Já. Við erum líka að tala um verkjalíf og verkjastilning og annað eins og kuldin bara sko. Nákvæmlega. Heyrðu, þetta er geðveikt. Við erum búin með þetta handrit. Handritið? Það er búin að vera geðveikt að hlusta á þau sko. Já, þetta er áhugavert sko. Þetta er ógeðslega áhugavert. Sjá, ég verð samt alltaf æstur á tíma. Já, ég er bara æstur í að hlusta á því. Ég fór í rauninni bara úr því að horfa á Primal sem er eitthvað svona hipstera líkamsræktarstöð. Einmitt. En þið actually virðist vita hvað þið eru að gera. Þakka fyrir það. Já. Og gaman að segja frá því að þú tala mikið þetta afreks og venjulega fólk. Stöðun okkar er 99% venjulegt fólk sko. Já. Og þú veist, Helgi gat einu sinni ekki staðið á höndum sko. Nú kann það. Nú kann það og nú kann hann kenna öðrum það. Það geta ekki allir farið í splitt og spíkat. Nei. Fyrir þeir eru búin að leggja inn ákveðin tíma til að vera betri í splitt og spíkat. Skil. Það er svona svo lítil börn. Þú standa upp, hvað gerir svo? Þú dutt á rassinn. Sögðu þá bara, þetta er ekki fyrir mig. Nei. Þau reynda aftur og allt í einu getum við öll bara staðið upp og gengið. Munið þegar maður var að læra að prjóna á hjól BMX-i? Já. Ég held ég var að minna prjón. Nei. Prjóna. Ég man nefnilega þegar ég var að læra að prjóna. Og þegar maður var að skeita, skilur við, Jesus Christ maður. Taka kickflip og svona, það var nú ekki lítið hvað það mistóst. Maður var alltaf alveg hel serður á sköflungum og tómt vesen sko. En heyrðu, ertu með eitthvað loka orð áður við förum í smá business? Hvað sem það er. Við komumst yfirleitt alltaf nær heilbrigði. Þú er búin að segja það Við skulum ekki sætt okkur við bara verða síðan verkjalaus og líða ágætlega. Við ætlum ekki að sætt okkur við að líða vel. Það eina sem er ásættanlegt er að líða frábælega. Þannig að það næst besta, það kemur í veg fyrir það besta. Já. Geggjað maður. Það er oft þannig. Þannig að mér finnst oft vanta þennan vinkil í fólk. Bara svona, ef ég er ekki að drepast í bakinu þá er ég bara góður. Við erum að sætta okkur við bara eitthvað rugl. Í staðan fyrir að vera bara, hei, hvernig er ég bara, ef ég er bara frábær. Við höfum ekki tíma kannski, eða við teljum okkur ekki á tíma. Við erum bara með skrítin viðmið. Algjörlega. Ég hugsa þetta svo til sjálf á mig sko. Ákveð setja ræktin í annarsæti eða 3. eða 4. Já. Ákveð gerir ég þetta, ég veit miklu betur. Vinnuna sem er drullu saman með þig, setur hana nummer 1. Já, Svo bara ef þú fer í kulun, þá búið að replacea þig á 2 vikum. Já, þá er ég í klemmu sko. Það er enginn að fara að hringi þig og spyrja hvernig þú hefur það sko. Nei, maður er að vinna fyrir sjálfa sig, þá mynda svona klemma. Það er öðruvísi. Þá er ég að svíkja mig hér og hér og allt þetta. En þú náttúrulega gerir betur fyrir sjálfa þig þegar þér líður vel sko. Þá yfirleitt er meira afköst og betri hugmyndir bara ekki spurning sko. Og allt í gangi sko. Maður veit þetta allt sko.
veit það. En þetta var mjög Geðveikt. peppandi, djúðlir í peppaði núna. Það ekki? Jú, það voru geðveitt Komið viðtal. með sandbóka hérna. Nei. Já, ég ætla Þú bara hefur beint þetta að vinna. Já, hérna, beint í rættina. Herðu, já, bara takk fyrir að koma til okkar. Við ætlum að leysa þið út með gjöfum. Nei. Tökum Jú. fyrst, Það er korkur, maður. við fléttum bara eins kynningun inn í Við flettum þessu bara inn í, þetta er nýtt módel. Sko, Þetta er lita. Þótt Þorgríms. Já. Sko, það er auðvitað korkurinn. Við erum æstir í korkinn. Út af því að sko, korkframleiðslan, hún er þannig, believe it or not, að því meira sem þú framleiður að kork, því neikvæðara er kolefnissporið. Mm. Og það eitt og sér fyrir mér er bara fucking insane. Já. Sko, en svo ef þú fennir í Þótt Þorgríms, það er svo margt í gangi þarna og ég hef búin að skrifa hann einhver smá texta, ég bara að lesa hann, mér finnst þetta mjög skemmtilegt, ég er náttúrulega fyrir iðnaðarmaður. Það eru baðplötunar inn í sturtuklefana, þessar fíbóplötur. Þú hefur reynslu á því? Já. Ég hef sett þetta upp í einu baðherbyggi fyrir kúnna henni gamla dag og þetta var eins og flís við rass, þetta krefst auðvitað nákvæmni. Það er ekkert að vinna þetta með raskatinu, þetta er snildalaust. Svo er þessar vírokkplötur, altså steipu spónaplötur, sem ég hef líka sett upp í sturtuklefa og lakkaði. Ég sá þetta að nota sem loftaklæðningu, gamalli svona hipstera hlöðu á Snæfellsnesi fyrir nokkrum vikum, virkilega flott. Svo bjó ég í Danmörku í mörg ár þar sem ég var að smíða innréttingar fyrir fólk og þá keypti ég mikið af svona lituðum MDF-plötum. Já. Sem að Þótt Þorgríms er með. Ég veit ekki til þess að aðrir eru með þessar MDF-plötur. Ég geti haldið lengi áfram. Sko. Þótt Þorgríms, þetta er heill heimur á töfrum fyrir þau sem vilja hafa töfra í lífi sinu. Amen. Gjörðu svo vel. May the cork be with you. Það er bara þannig maður. Heyrðu, þetta eru glasamáttur. Þetta eru glasamáttur. Þú getur bóðið fólki í áfengislausan mojito. Já, þetta verður notað heima. Eða áfengis mojito, þú ræður. Herru, gott CBD. Það er þessi hérna. Nákvæmlega að fara þessi yfir hitakremið. Fyrst þú ert hérna. Já. Í gær, þá var ég í ræktinni og ég var búinn að taka einhverja hnepur og ég var með skurð á puttunum, ég gæti ekki dettað. Svo fór ég tók ég það er það sem ég ligg á maganum og er að taka halmstrengin. Hvað heitir halmstrengin á íslensku? Aftanlæri svöði. Já, og ég eiginlega bara spassaði hennar stuði. Það er eitthvað að kíkja á það. Það er eitthvað aðvar. Mögulega þarf ég að strekkja hann. Við þurfum að kíkja á það. Já, ég held það sko. En ég bar á mig þetta hitakremina, CBD Heating Balm, þetta er frá Siptol. Búm. Þetta bara fór inn í kjarnan og þetta lagaði aftanlæris vöðana mín í gær sem að voru bara krampa því þú varst of einangraður. Jú, það var eitthvað svoleiðis. Þú hefur verið hérna tækinu en þú liggur á maðurinn og svo ert að krampa. Já. Miklu frekar að fara í sambókana, myndur ekki segja það? Jú. Það er að taka allt út og þú ert að einangra vöðan svo rosalega þú allt og mikið og þetta krampaði. En þetta verður rosalega góður í tæki nr. 14 í vörklass. Sem dugur ekki neinst þar annars það er tæki nr. 14 í vörklass. Sem er rosalega léleg nýting á tíma. Já, er það ekki? Algjörlega. En þetta En ef maður fer í tæki nr. 14 og krampar, þá getur maður nelt í þennan. Algjörlega. Og þetta bjargaði mér í gær. En það er eitthvað aðarna. Ég þarf eitthvað að skoða þetta. Sko, svo er ég með þetta alhliðakrem, þetta er hemp balm, þetta er full spectrum CBD. Þetta er einstaklega græðandi krem, þetta er stút fullt af alls konar náttúrulegu gúmsi. Þetta er svona náttúrugúms. Ég var að fara yfir þetta í gær, það er alls konar olíur og drasl í þessu. Þetta er gott fyrir svona eksem, þurra húð, bruna, sár eða bara alhliða fætur. Er þetta bara alveg að vera þeirra CBD-mann? Já, í rauninni. Þetta er mjög alhliða, þetta er ekki andlit, en allstaðar annarstaðar. Og þetta er fyrir Einar, gjör svo vel. May the CBD be with you. Takk fyrir þetta, mann. Og þú getur farið og nota þetta dót. Þetta er frá gott CBD. Og mér langar að minna á afsláttakóða í rauninni sem er þvottahúsið, sem er hægt að nota bæði í netverslun og í búðinni þeirra upp í Urriðaholtsstræti. Og skrítið að taka kynningunum svona eftir á. Ég held þetta sé bara fannst þetta var þetta ekki betra? Ég er líka að fá fullt af gjöfum og eitthvað. Já, ég veit það. Af því að þegar við tökum hann í byrjun þá veit ekki viðmælandan að hann verður leystur út með svona glæsilegum varningi sko. En þetta er mikið spenna og gleði sko í endan. Má ég fá smá olíu? Ertu með hana, ég var til að fá Pharmahemp 12%. Ertu með hana? Er það sem ég er? Nei, þetta er leguoljan. Þessa, já. Ég er samt eiginlega bara tómur sko.
Sko, þeir eru með þess að farmahempóljur í 6, 12, 24 þær eru rosa fínar, svo er það þessar Lego-oljur sem eru svona meira Þetta meira er svona uppáhalds olía wide mín. spectrum. Ég er búin að Já, prófa allt fullt, þessi er alls konar klárri, sko. sjúklega sterkt en þetta er bara eins og að borða mold, minnst þessi geggjur. Það er best. Langbest, þú finnur og rífur í þetta svona morgunkaffi, mínus. En drekkur þú þá ekki kaffi eða? Jú, ég fæ mér af og til kaffi en ég gera það ekki oft. Ok. Það er nefnilega málið, sko. Þú allavega þarft ekki kaffi til að hefja daginn. Nei, ef við þurfum þess þá er eitthvað mikið að, sko. Ég er þar sko, það er náttúrulega eitthvað mikið að sko. Þetta er svipað á þeirra nikotín til að komast á klósetti og allt það sko. En heyrðu Einar, bara takk æðislega fyrir að koma til okkar og Sjáumst. með í máttunum vera með þér. Takk. Bingo. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins.